Benni, ansi öruggur sigur á Snæfellinum í kvöld. Hvað gerir þetta fyrir þína konur? Hvað gerir þetta? Ja. Þetta bara 2 feit stig í topparáttunni og eftir að við töpum stórt í Hólminum og þá náðu aðeins að rétta af stigamuninn. Þessi leikur eiginlega bara kláriðan í fyrri hálfleik. Hvað eru þið að gera á vellinum sem munar helst í dag? Við áttum bara að vera mjög flottar varnarlega og við vorum með svona ákveðið plan sem við mættum með hérna sem var svona pínu riski en mér sýndist að ganga bara fullkomlega fyrir utan í þriðja leikluta en það vantaði bara ákefðina í upphafi seinni hálfleiks 21 yfir í hálfleik og þá leyfa íþróttamenn sér oft svona aðeins að tapa einbeitingu og koma ekki með sömu ákefð en betur við náðum bæði einbeitingun og ákefðin upp aftur. Þetta hefur væntanlega verið að leggja áherslu á að stoppa Kristin því hún var ekki með mörg stig allavega að leið á leikinn. Ég man ekki hvað hún endaði með þetta. Nei, við auðvitað lögðu áherslu að stoppa hana og Ástrós var með það verkefni eins og svo oft áður að dekka þessa Amerikana og það gekk vel en fyrst og fremst liðsvörnin sem við stoppum ekki bara hana heldur margar aðra hana. Það var helst Gunnhildur sem við lentum í vandræðum með. En bara flottur liðsigur og frábær innkoma hjá Þorbjörgu og Andreu, Obbu. Ég ætla að segja að hún missið Unnituru snemma út af og auðvitað villu vandræðum og spila kannski 6 mínútur í heildina en þið fáið síðan framlega á móti frá Obbu. Já, sko Unnur meiddist á æfingu í gær, þannig að ég hélt hún yrði ekkert með í dag og átti engan veginn von á því. Og það má segja að hún hafi bara ekkert verið með í dag, þannig að við vorum meðal svona viðbúin því. Þannig að Obba átti bara geggjað innkomu að bekknum og bara, já, liðsheildin, þú vinnur ekki svona nema liðsheildin sé bara öll að fungera.